Hannes Helbirgi Þór heiti ég, þeir horfa á Daewoo Motorsport og efni þáttarins í kvöld önnur fyrir Íslandsmótsins DFF torfærunnar sem framfór á sunnudaginn og Ásgeir Jamil Allansson er með forystuna í Íslandsmótinu. Ásgeir, hvernig leggst morgundagurinn í þig? Hann leggst bara ágætlega í mig. Ég vona að regni mikið. Það er gott fyrir mig. Efnið þarna upp frá er svo litið öðruvísi heldur en á Akureyri, svona lausara í sér. Er það ekki vont fyrir þig? Jú, ef það blotnar þá fæ ég aðeins meira grip, vonandi. Hefur orðið var við það að strákarnir í sérútbúnarflokknum séu svolítið smeykir við þig? Nei, ekkert svona beint. Ég skulum sjá hvað ég hef gert á morgun. Ásgeir Jamil ekur á þessum dekkjum sem eru mun minni heldur en dekk Gísla Gunnars Jónssonar en þeir börðust efsta sætið í fyrstu umferðina á Akureyri en það eru fleiri keppendur. Ragnar Skúlason mætir til keppni á sínum kafbát og Sigurður Þór Jónsson. En Gísli Gunnar Jónsson varð í öðru sæti á Akureyri og hlaut fyrir það 5 stigum minna en Ásgeir Jamil Allansson. Ég ætlaði náttúrulega að sigra. Það kemur náttúrulega breytt að greina þar. Og það voru tekið af fullri hörkur á fyrstu þraut. Já, ég ætla að reyna. Nú er ég frekar aftarlega í rásaröðinni, þannig að ég sé hérna einhverja 19 bíla eða 18 bíla undan mér fara fyrstu braut. Ég hef verið fyrstur í fyrstu braut allt síðast ár og núna síðust keppni líka og það er svona skemmtilega að sjá 1-2 bíla fara allavega undan sér. Já, þeir sem fóru 3 fyrstir eða fremstir á Akureyri voru settir aftur fyrir núna, rétt eins og gerist á milli þrauta, en það var Gunnar Pálmi Pétursson sem fyrstur fekk 300 stig í fyrstu þraut og þá var komið Ásgeiri Jamil Allanssoni og hann fekk ekki nema 220 stig en Ingimar Björnsson mætti til leiks. Hann var heimsbikarmeistari á þessari bifreið fyrir 2 árum einmitt á þessum stað og hér er komin heimsbikarmeistarin frá í fyrra, Sigurður Arnar Jónsson, og hann gerir mistök hérna rétt í upphafi þrautarinnar þar sem hann ef hann fer ekki lengra þá fær hann ekki nema 90 stig. Honum gekk illa á Akureyri, já, hann hefur þetta af, snerti þótt ekki þarna, plús það að hann stoppaði. Og svo lauk hann þrautinni og fekk fyrir það 260 stig. Og Guðmundur Pálsson, sjáu þetta, skrítið hann skulle ekki fara aftur fyrir sig, hann fær 200 stig fyrir þessa þraut. Og Haraldur Pétursson var mættur á sínum Musso með gríðarlegt afl og bíllinn er mjög léttur en hann lætur ekki alveg nógu vel að stjórna en þá. Hann fær hér 210 stig fyrir fyrstu þrautina. Og Elmar Þór Magnússon, nýliðinn, laglega gert. Það voru margir sem að stoppa á þessari fyrstu hindrun, eða þessari neðstu hindrun, þannig að hann fær 210 stig og þá er það Gísli Gunnar Jónsson. Íslandsmeistari í fyrra og fær 280 stig í fyrstu þraut og Einar Gunnlaugsson hefur nú ekki alltaf hlotið þau stig sem að hann hefur ætlað sér í keppnum í Bólöldum og það heldur áfram og Einar fær aðeins 220 stig fyrir þessa tilraun sína og síðastur í þessa fyrstu þraut var Sigurður Þór Jónsson en hann lenti einmitt í 3. sæti á Akureyri og fer þetta á 280 stigum og staðan að lokinni einni þraut Gunnar Pálmi Pétursson á götubíl í 1. sæti ásamt Inga Má Björnsyni, Gísli G. Sigurðsson með 290 stig og síðan koma þeir 2 í 4. sæti, Gísli Gunnar Jónsson og Sigurður Þór Jónsson. Sigurður Arnar Jónsson er í 7. sæti og Einar Gunnlaugsson í 7. sæti og við förum beint í þraut nr. 2 og þar skilur á milli manna og þeirra sem að minna komast. Og það er Ingimar Björnsson sem fer þetta á fullúsu stiga og er með 600 stig eftir 2 þrautir og þá er það Sigurður Arnar Jónsson, heimsbikarmeistari frá í fyrra. Það er þetta rólega, þetta var mjög erfitt barð hér í upphafi brautarinnar og Sigurður Arnar fer þetta á 300 stigum, kom með 560 eftir 2 þrautir og þá er það Guðmundur Pálsson. Og hann missir hér afl og það er einmitt það sem hann þurfti þarna örlítið fyrr og hann fær aðeins 90 stig og Gunnar Gunnarsson í götubílaflokki. Það þurfti meiri hraða þarna, hann fær aðeins 80 stig og brautin að verða þungfær. Það er búið að grafa svolítið inn í bakkann og Gísli G. Sigurðsson fær aðeins 80 stig og þá er það Rafn Arnar Guðjónsson og það er sama sagan með hann fær aðeins 80 stig í þessari þraut nr. 2, þá er það Ragnar Róbertsson.
60 stig fær hann, komið 240 eftir 2 þrautir og Daniel Ingimundarson 80 stig til hans og Haraldur Pétursson og sjáuðu nú hvernig kílón í bílnum, mjög fá kíló, gera það verkum að hann fer hérna upp en hann brýtur hins vegar framöxul vinstra megin að framann og hann fær því ekki nema 100 stig fyrir þessa tilraun sína. Og Elmar Magnússon, já, laglega gert hjá honum og hann lullar þetta alla leið á 300 stigum, 510 stig. Og hér á bíl númer 26 er Benedikt Ásgeirsson á sínum göstla og á Subaru er mættur Tryggvi Pálsson, bíl sem kemur að norðan. Og mér ást númer 29 Páll Antonsson á pizzasendlinum, hann fær aðeins 10 stig og þá er komið að Gísla Gunnari Jónssoni. Og upp á fer hann og hann klárar þetta á 300 stigum, 580 af 600 mögulegum. Einar Gunnlaugsson. Og þegar hér var komið sögu var brautin orðin nokkuð betri heldur en hún var í upphafi og Einar Gunnlaugsson fer þetta létt á 300 stigum, 520 alls. Sigurður Þór Jónsson, hann missi bílinn hérna aðeins til hliðar en sleppur með það. 10 refsistig þó fyrir dekki endahliði eða stopp og þá er það Ragnar Skúlason. Hann lullar þetta í rólegheitum án þess að átökin séu mikil. 300 stig, 520 eftir 2 þrautir og þá er það Gunnar Pálmi Pétursson var með 300 stig eftir fyrstu þraut og eins og ég sagði áðan, brautin var orðin mun auðveldari undir lokin. 300 stig, hann er með 600 stig rétt eins og Ingi Már Björnsson, fullt hús eftir 2 þrautir og þá er það Ragnar Ásgeir Jamil Allansson í forystunni í Íslandsmótinu, 520 stig eftir 2 þrautir og þið sjáu það að Gunnar Pálmi Pétursson og Ingi Már Björnsson eru jafnir þarna með 600 stig fullt hús eftir 2 þrautir. Gísli Gunnar Jónsson er í 3. sæti, Sigurður Þór Jónsson í 4. og Sigurður Arnar Jónsson kominn upp 1 sæti í 5. og Einar Gunnlaugsson er í 7. sæti. Ragnar Skúlason í 7. og Ásgeir Jamil Allansson í 8. sæti og þá er komið að tímaþraut og hér sjáum við fyrstan Harald Pétursson. Og reglur í tímaþraut eru þannig að 300 stig fást fyrir besta tíman, 270 fyrir annan besta, 250 fyrir þriðja besta, 240 fyrir fjórða og síðan er 10 stiga munur. Fyrir að snerta brautarmerkingar eru dregin 10 stig af hverjum keppenda. Það má stoppa eins ofta eins og menn vilja og bakka eins ofta eins og menn vilja en það má aðeins gera 2 tilraunir við hverja hindrun í brautinni. Og þetta er kapp við klukkuna, millitími hjá Haraldi Pétursinni var 17 sekúndur sem var næst besti millitíminn, hann fær 240 stig. En hann ók þessa leið á 38,35 sem var 4. besti tíminn og þá er það Gísli Gunnar Jónsson. Því meiri hraða sem að menn ná í pollinum, því meiri líkur á því að menn fljóti ofan á vatninu og eru því þar að leiðandi fljótari yfir, minni gusugangur og minni hætt á því að vatn komist að vélinni. Loftinntækinu aðalega. Hér saknaði Gísli kannski aðeins meiri hraða en hann náði samt sem áður besta tímanum 36.55 og hlaut fyrir það 300 stig og þar með var ljóst að hann var kominn upp í 1. sæti því að Gunnar Pálmi gæti ekki náð honum nema að taka betri tíma. Einar Gunnlaugsson drap á hins vegar stuttu eftir flugtak, fekk 190 stig og þá er það Sigurður Þór Jónsson. Vantar afl í þennan bíl til þess að geta gert sömu hluti og þeir bílar sem við höfum verið að sjá hérna á ferð yfir pollin. Það er mikið afl til að snúa þessum stóru dekkjum á þeim hraða sem þarf til þess að aka ofan á vatninu. Sigurður ekur þetta hins vegar vel. Fer kannski svolítið langt hérna út úr. Beygju radíus á þessum bílum er nú ekki sérstaklega mikill. En svo skyndilega puff og bílinn fór ekki í gang aftur, hann kláraði ekki tímaþrautina og fær því aðeins 90% af þeim stigum sem lakasti tími gaf, 135 stig fær hann, 705 alls, Gunnar Pálmi. Og götubíladekkin eru hentugri til þess að aka á vatni, þarf ekki alveg jafn mikið snúning til þess að fljóta á þeim. Gunnar Pálmi ákaflega vandvirkur ökumaður og veit hvað hann er með í höndunum þegar að hann situr undir stýri á þessari bifreið.
Gunnar Pálmi náði öðrum besta tímanum 36.62, aðeins 700 verri tíma heldur en Gísli Gunnar Jónsson, og þá er það Ásgeir Jamil Allansson sem oft hefur náð góðum árangri í tímaþrautum, en hann lenti í tómu basli hér og drap á í tvígang og fekk aðeins 180 stig, og þá er það Ingimar Björnsson og var með fullt úr stiga eins og Gunnar Pálmi fyrir þessa þraut. Og að því ég er nú búinn að tala að mér og segja hver var með besta tíman, að þá liggur það í augum uppi að Ingimar Björnsson fekk ekki 300 stig heldur bara 38 stig, þar sem hann fór ekki lengra en þetta, og þá er það Sigurður Arnar Jónsson var í 7. sæti eftir fyrstu þraut, 5. sæti eftir aðra þraut. Var heimsbikarmeistari í fyrra, keppti þá sem nýliði, er á sínu öðru ári í torfærunni, ákaflega nettur ökumaður, gætir vel að bílnum. Það komið aðeins svo mikill í beygju hérna út í pollinn, hann tapar tíma við það. Náði þá 5. besta tímanum og sjáuði stöðuna, Gísli Gunnar Jónsson komin upp í efsta sæti 10 stigum á undan Gunnari Pálma Pétursinni. Sigurður Arnar Jónsson komin upp í 3. sætið úr því 7. eftir fyrstu þraut. Ragnar Skúlason komin upp í 4. sæti og Einar Gunnlaugsson í 5. Elmar Þór Magnússon í 7. sæti, Sigurður Þór Jónsson síðan þar á hæla honum. 4. þraut, hún var auðveld, hér á að beygja til vinstri. Haraldur Pétursson virðist taka ranga stefnu hérna og er með griplítil dekk að aftan, fær hans 130 stig, og Elmar Þór Magnússon verður fyrir óhappi hérna. Vélinn gefur sig og hann varð að hætta keppni eftir ágæta tilburði. Og síðan gerist þetta, Gísli Gunnar Jónsson sprengir hérna upp úr vélinni og svo bakkar hann á langt, og fyrir þetta á í raun að flagga Gísla Gunnar Jónsson út og hann hefði átt að fá 0 stig fyrir þessa þraut. Hann var ræstur á stað í brautina, en sögum þess að herrpakning var farin, en þá sprengdi vélinn út þegar að nítróð var sett á, og hér er hann án nítrós og kemst ekki einu sinni alla leið, en hann fékk hins vegar 200 stig, og þetta var undarlegt. Gísli Gunnar Jónsson bakkaði heilum metra lengra en bíllengd, fekk samt sem áður 200 stig, hefði átt að vera með 0, en þá er það Einar Gunnlaugsson. Hann er með allt afl sem hann þarf á að halda, langstærstu vélina í torfærunni, hittir ekki alveg hérna á endahliðið, fær 275 stig, og þá er það Sigurður Þór Jónsson. Og hlustuði nú. Brotnaði öxull sem tengir gírkassa við millikassa og hann fikk aðeins 120 stig, og Ragnar Skúlason, hann lappar þetta í rólegheitum. Hefur ekkert fyrir þessu. Og fær 275 stig, komið 1045 eftir 4 þrautir. Þá er það Gunnar Pálmi Pétursson, var í öðru sæti og á alla möguleika á því að komast upp í 1. sætið hérna, þar sem að Gísli Gunnar Jónsson fekk 200 stig. Og á sínum götubíl fer hann hér alla leið, enda efnið þungt eftir mikla rigningar, og fær 290 stig, stórglæsilegt hjá Gunnari Pálma Pétursinni. Og Ásgeir Jamil Allansson, einnig á götubíl, sem þýðir að þeir mega ekki nota stóru öflugu dekkin. Hann fær einnig 290 stig, og Sigurður Arnar Jónsson. Við sjáum að þessi bifreið, hún líkist mjög bíl Einars Gunnlaugssonar og Helga Sjö, enda kemur þessi bíl frá Akureyri eins og hinnir tveir. Akureyri er svona mekka torfærunnar á Íslandi, þaðan koma, að því ég best veit, 8 eða 9 keppendur af 21 og 300 stig til Sigurðar Arnars, og hann er komin upp í annað sætið og 70 stigum á eftir 1. sætinu. Gísli Gunnar Jónsson er í 3. sæti, Ragnar Skúlason í 4., Ásgeir Jamil Allansson er komin upp í 5. sæti og er það vel. Hann er 5 stigum á undan Einari Gunnlaugsssyni sem er í 7. sæti, og Ingimar Björnsson er í 7. sæti. Og hlustuði nú á hljóðin í vélinni hjá Gísla. Ekkert nítró í lágadrifinu, vélinn á yfirsnúning allan tíman til þess að reyna að hafa afl til þess að komast alla leið, og það gerir hann hérna þrátt fyrir þetta, 290 stig, og hann er að misbjóða vélinni hérna. 290 stig þrátt fyrir að hafa ekki allt þetta afl. En svo kemur Gunnar Pálmi Pétursson og fer þetta í rólegheitum með 300 stig, 1460, og heldur örugglega 1. sætinu. Og Sigurður Arnar Jónsson þarf að fara eitthvað 300 stigum líka til þess að halda
í nágrenni við Gunnar Pálma og hann gerir það 1390 stig og staðan óbreytt eftir 5 þrautir. Gunnar Pálmi enn 70 stigum á undan Sigurði Arnar Jónssoni og Gísli Gunnar Jónsson í 3. sæti. Ragnar Skúlason enn í 4. en Einar Gunnlaugsson komst upp fyrir Ásgeir Jamil Allansson í þessari þraut. 5. þraut og enn öskrar vélinn hjá Gísla. Hann í lágadrifinu, hann getur ekki snúið hjólunum eins hratt eins og hann vildi. Og þarna laust undir og hann fær ekki nema 150 stig, 1520 og þá getur Einar Gunnlaugsson komist upp fyrir hann. Já, upp á fyrir hann. Og hann á dekkjum sem geta mókað lausafninu burtu og hann með aflið til þess að gera það. En hann hittir ekki á endaliði, fer til hliðar og fær ekki nema 210 stig. Í stað þess að vera með 1585 er hann aðeins með 1495 og er þar að lendi fyrir aftan Gísla Gunnar Jónsson sem fór ekki upp. En þá er það Sigurður Þór Jónsson. Og þá ekki á honum að ganga hér, brotnar eitthvað að framan þannig að bílinn hættir að taka á að framan. Æjæj. Ragnar Skúlason og hann, hér hefði þurft aðeins meiri hraða, aðeins 90 stig, þetta var eftir að vera dýrkeypt. Gunnar Pálmi, sjáðu hann fer þetta eins og ekkert sé. Nei, og síðan bara kemur hann niður aftur 150 stig. Þetta þýðir það að Sigurður Arnar Jónsson getur komist upp fyrir hann hérna. Þetta var alveg með ólíkindum. Þá er það Ásgeir Jamil Allansson. Svo litið erfitt að koma þarna niður, hann mjög bratt þegar þeir fyrir að breyta stefnu frá niður til þess að fara upp. Og hér kemur í ljós munurinn á götubílum og sérútbúnum bílum. Þessi dekk eru ekki nógu öflug til þess að henda lausaefninu burtu þannig að sé hægt að grípa niður í fast. Og þá er það Ingi Már Björnsson. Í fyrra á nákvæmlega sama stað, dó á bílnum í heimsbikarkeppninni á nákvæmlega sama hátt en þá fór vélina að vísu alveg en Sigurður Arnar Jónsson. Hann getur komist upp fyrir Gunnar Pálma. Það munaði 70 stigum á þeim fyrir þessa þraut. Gunnar Pálmi fekk aðeins 150 stig. Og Sigurður Arnar þarf upp í miðja brekku og rúmlega það. Já, hann er búinn að taka forystuna í keppninni þegar að 2 þrautur eru eftir. Fekk 300 stig fyrir þessa tilraun sína, 1690 stig. Þá er það Ragnar Arnar. Og upp á fyrir hann. Óskiljanlegt að Ragnar Skúlason skildi ekki fara þarna upp á fyrsta kantinn. Og svo missir Ragnar Arnar stjórnina eitt augnablik. Og hann var alveg á leiðin með að hnekkja því sem ég sagði hérna áðan að götubílar gætu ekki farið þarna upp. Hann fekk aðeins 210 stig fyrir þrautina og komið 1200 stig. Og staðan eftir 6 brautir, Sigurður Arnar Jónsson kominn upp í fyrsta sætið er með 80 stiga forskot af Gunnar Pálma Pétursson. Gísli Gunnar Jónsson situr enn í 3. sæti þrátt fyrir vélarbilun en Einar Gunnlaugsson kominn í 4. og Ásgeir Jamil í 5. sæti. Ragnar Skúlason hrapaði þarna niður í 7. sæti. Og þá komið að 7. og næst síðustu þraut og hún reyndist mun auðveldari heldur en menn höfðu gert ráð fyrir. 8 keppendur fóru þessa þraut á fullu húsi stiga, 300 stig. Ragnar Skúlason fór fyrstur og lagði línuna. Þar með breyttist staða efstu manna ekki neitt. Ragnar kom í 1735 en enn versnar hljóðin í bílnum hjá Gísla. Þetta er eins og gamall Volkswagen með boxermótor og nú er spurning hvort Gísli hefur afl til þess að fara þetta. Og það hefur hann ekki og hann fær aðeins 180 stig og hann hrapar alla leiðina niður í 7. sæti og uppfærast Einar Gunnlaugsson, Ragnar Skúlason og Ásgeir Jamil Allansson. Og þetta galopnar Íslandsmótið ef þetta verða úrslitin en Sigurður Arnar Jónsson fer tiltölulega fljótlega í 8. og síðustu braut en Gunnar Pálmi Pétursson síðustur og Gunnar Pálmi á möguleika á því að komast fram fyrir Sigurður Arnar en
Það er Ásgeir Jamil Allansson sem fer hér og veltir. Vantaði hraða til þess að kljást við þetta barð hérna. Leið og hraðinn minnkar að þá vinnur fjörunarkerfið ekki eins og á að gera og kastar í staðinn bílnum fram og hann fær aðeins 180 stig úr laugkeppni með 1910 stig. Þá er það Sigurður Arnar Jónsson, 300 stig í boði. Til þess þá þarf að fara í gegnum hliðið sem er hálft inn í mynd hjá okkur og alveg núna. Sigurður Arnar velur að fara hérna vel utan við og stoppar þar að auki, þannig að hann tapar sennilega um 110 stigum eða meira. Hann tapar 110 stigum, fær aðeins 190 stig fyrir brautina og það munaði 80 stigum á honum og Gunnari Pálma fyrir þessa braut. Þannig að Gunnar Pálmi á möguleika, Rafn Arnar Guðjónsson. Hann fer þetta mjög svipað og Sigurður Arnar Jónsson. Og Rafn Arnar fær 250 stig og tryggir sér þar með þriðja sætið í götubílaflokki en Vestmannahljóðin. Gísli gefur sig ekki og skríður þetta 50 refsistig þarna og hann fær heil 250 stig fyrir þessa þraut. Vel gert hjá honum. Einar Gunnlaugsson vill 300 stigin. Og nú er spurningin um að vera ákveðin. Stefna á mitt hliðið. Er eins og bílinn vantaði örlítið afl í smástund og hann fær aðeins 190 stig. Ragnar Skúlason. Þessi 190 stigs tryggðu hins vegar Einar Gunnlaugsson í þriðja sætið. Ragnar Skúlason fer þetta eins og að drekka vatn. Fær 240 stig. Ragnar Skúlason endaði þar með í fjórða sæti. En þá er komið að Gunnari Pálma. Ef hann fer á milli, refsi laust. Nei, það gerir hann ekki. Hann er búinn að taka á sig 50 refsistig. Hann hefði þurft 270 stig til þess að komast upp fyrir Sigurð Arnar. Gunnar Pálmi verður að láta sér linda annað sætið. Átti góða möguleika. Sigurður Arnar Jónsson sigrar hins vegar á 2180 stigum. Einar Gunnlaugsson var í þriðja og Ragnar Skúlason í fjórða sæti. Gísli Gunnar Jónsson náði 5. sætin en Ásgeir var að sætta sig við 7. sætið. Og sjálfsögðu fögnuðu menn að vanda. Gunnar Pálmi sigraði í götubílaflokki, var í öðru sæti yfir heildina en við skulum heyri í Sigurði Arnari Jónssoni. Komið sér sigur á óvart? Já, eiginlega. Vegna þess að ég er alveg á nýjum bíl og ekkert búinn að keyra hann á ráði og vissi eiginlega ekki alveg svona hvernig þetta myndi fúnkera. Klúðraði fyrstu brautinni rosalega, en svo fór þetta svona að ganga eftir það. Ég spyr eins og áður, ertu góður? Það hlýtur að vera. Því að þetta náttúrulega bara gekk allt upp. Við vorum búin að undirbúa bílinn rosalega vel, ég og aðstofamennirnir, og búin að vinna heimavinn eins og sagt er. Og þetta bara, bílinn gekk og þá gengur þetta. Vissirðu það að eftir að þú varst búinn að fara í síðustu þraut að Gunnar Pálmi átti möguleika á því að komast upp fyrir þig? Já, ég vissi það. Það var mjög erfiðar mínútur. Gunnar Pálmi, þetta gekk heldur betur en í fyrstu umferð? Já, enda menn vel undirbúnir. Það gengur allt upp. Er munurinn að minnka á milli flokka eða þessi bleita að hjálpa ykkur sem að var í gær? Nei, ég held að við þekkjum bara bílana betur, það sé svo einfalt. Við keyrum meira og kannski sömu bílarnir ár eftir ár. Þannig að það skiptir aðalmáli, held ég. Gísli Gunnar Jónsson þurfti að misbjóða vélinni í 5 þrautum, en hvað er til ráða fyrir næstu keppni? Já, aðra vél sem ættir að setja saman. Þannig að þú munt mæta Galveskur í næstu keppni? Já, ég geri það. Og þarft sigur? Það fer að koma að því. Með þessum úrslitum galopnaðist síðan Íslandsmótið. Ásgeir Jamil Allansson heldur þó forystunni, Einar Gunnlaugsson í öðru sæti og Gísli Gunnar Jónsson er í 3. sæti. Ég verð hér aftur að viku.